Góðan daginn og velkomin að þennan fyrsta morgunverðarfundinn á Máttum. Já, góðan daginn aftur og velkomin að þennan fyrsta morgunverðarfundinn á Máttum. Við ætlum að hefja árið á skemmtilegu viðfangsefni. Við ætlum að fjalla nikótínpúða, rafrettur og svolítið lagaramman í kringum það. Förum vel á stað, gleðilegt árið. Við erum með 3 erindi í dag. Við erum með 1 góðkunningja og 2 þokkalega þekkta. Við erum með Margréti Lilju Guðmundsdóttur frá Rannsókna og greiningu, Háskólanum í Reykjavík. Við erum með Skarphéðin Grétarsson frá Rannsókna og greiningu og Viðar Jensson frá embætti landlæknis. Og þau ætla að kynna svolítið fyrir okkur svona feltið og vettvanginn og hvernig staðan er og þróunin er á notkun ýmissa nikótínvara. Og Margrét Lilja, hún hefur leikinn og ætlar aðeins að fjalla um áskoranir og stöðuna meðal ungmenna. Gjörðu svo vel, Margrét. Takk fyrir það. Er það jákvætt að vera góðkunningi? Ég veit að hann Skarphéðin frá Neytendastofu, ekki Rannsóknum og greiningu, en ég myndi bjóða hann velkominn ef hann vill allan þó að sikkinum að koma í kaffi. Ég er Margrét Lilja, kem frá Rannsóknum og greiningu, kennari við íþróttafræðideild HR. Ég byrja gjarnan fyrirlesturinn mína á að segja ég sé mamma. Eitt sem ég er ekki sérfræðingur í nikótíni og ég vonast til þess að Viðar kannski fræða okkur meira um skaðsemi og hvað áhrif þetta hefur. Þannig ég ætla fyrst og síðast að fjalla það sem við sjáum í okkar gögnum hjá Rannsóknum og greiningu. Ég var að semja hann fyrirlestur og titillinn var fyrst áskoranir þegar kemur að börnum og ungmennum og nikótínvörur. Þegar ég var að semja fyrirlesturinn þá bætti ég við skref á eftir og það er kannski svona mín tilfinning svolítið að við séum alltaf pínu skref á eftir þessari þróun sem að verður í lífi barnanna okkar, sér í lagi þegar kemur að frávikshegðun eða nýjum vímuefnum og ég geng bara hreinlega svo langt að tala um nikótín og koffín í lífi barna sem vímuefni vegna þess að þau nota jú oft sem slíkt og að fá svona ákveðið kick. Ég ætla að byrja hér og hvers vegna ætla ég að byrja hér? Jú, vegna þess að við höfum náð undraverðum árangri þegar kemur að því að draga úr vímuefnaneyslu meðal barna og ungmenna. Síðastliðin 20 ár höfum við unnið samkvæmt íslenska forvarnamódelinu. Ölvunin var hér mjög mikil, daglega reykingar meðal nemenda í 10. bekk voru 23% 98 og núna síðast þegar við mældum í rannsókn sem við unnum í október 2020 rafrænt meðal grunnskólanema svona meginstefnu til þess að kanna líðan þeirra í COVID, þá mældum við daglega sígarettureykingar 1%. Og við vitum, ég er líka svo gott að við höfum það í huga, við vitum í raun og veru hvaða hlutir það eru sem virka, við höfum gjarnan sagt að það eru einhver töfrar, það sem Íslendingar eru að gera þegar kemur að forvarnanálgun meðal barna og ungmenna, eru bara ósköp einfaldlega hlutir sem virka. Við vitum út frá rannsóknum R og G hvaða hlutir það eru sem eru verndandi þættir og hvaða hlutir það eru sem eru áhættu þættir. Og ég fer mikið núna inn í skóla og sveitarfélög og tala mikið við foreldra. Og við erum í raun og veru að gera ekkert annað heldur en að skerpa á þessum verndandi þáttum, tryggja það að börnin okkar séu í skipulegu íþrótta- og tómstundastarfi og það er kannski sérlega mikilvægt núna í þessum heimsfaraldri þar sem við heyrum að krakkarnir eru kannski ekki að skila sér inn aftur sem skyldi. Við vitum líka að foreldrar og forráðamenn gegna lykilhlutverki og það er kannski okkar sérlega okkar sem að bæði búum við gögnin og störfum hjá það sem við getum kallað opinberum aðilum að fræða foreldra þau efni sem koma nýjum á markan vegna þess að foreldrar eiga oft gjarnan bara nóg með sitt og þekkja þennan heim lítið. Við vitum hvað þættir það eru sem eru áhættuþættir, það er jafningjahópurinn, eiga vini sem eru í neyslu eða vini sem eru að prófa þessi félagslegi þrýstingur og svo er það óskipulögðu athafnirnar hánsinn og foreldralausu partíin og hánsinn er að stórum hluta á netinu núna og það er úir og grúir af allskyns auglýsingum, þar á meðal nikótín og koffínauglýsingum. Það eru sem nýjar áskoranir
Og ég veit að yfirskriftin hér í dag fyrst og síðast nikótínvörur, en ég mátti samt til með að hafa orkudrykkina eða koffíndrykkina. Þetta ekki sett fram sem auglýsing þó þetta kannski lítið þannig út. En þetta raun og veru það sem við sjáum í okkar gögnum mjög sterkt, það eru nýjustu áskorunir í lífi barnanna okkar. Þetta raun og veru það sem að þau eru að prófa fyrst og við sjáum þau stökkva þann vagn mjög fljótt. Og ég ætla að hvetja ykkur sem að hafið áhuga á viljið sjá hvernig þessi heimur lítur út að fara inn á samfélagsmiðlana og pröfa bara að leita hvort sem það nikótín eða koffín og sjá því líka aðra grúa af upplýsingum og fróðleik þið fáið. Þessi mynd, hún kannski pínu flókin. Ég tek hana og bæta aðeins við hana frá Álfgeiri Loga, Dr. Álfgeiri Loga Kristján sem hefur verið að vinna með okkur og vinnur hér og er búin að gera í áratugi rúmlega og hann var að stórum hlutum að fjalla rafretturnar. Þetta mjög áhugavert. Við byrjum að sjá að reykja sígarettur einu sinni oftar ævina eða reykt sígarettur síðastliðna 30 daga. Reykja sígarettur síðastliðna 30 daga 2012 til 2020, hlutfallið þar mjög lágt. Að hafa einhvern tímann prófað að reykja sígarettur, þar sjáum við að hlutfallið 11% núna í nýjustu mælingun okkar 2020. Rafretturnar koma svo inn að miklum krafti og það fer hæst upp í 41% 2018 en komið í 31% 2020. 23% hafa notað rafretturnar einu sinni ofta síðastliðna 30 daga og nú 11. Við spurðum í fyrsta skipti núna í október 2020 nikótínpúðana og við sjáum þá koma fullum kraft inn. Þar mælum við 15% sem hafa notað nikótínpúða einu sinni oftar ævina og 9% sem hafa prófað á einu sinni ofta síðastliðna 30 daga. Og þetta eru allt nemendur í 10. bekk. Við bentum á og hóuðum í hópa fólki, sérfræðingum sem vinna með í raun og veru tóbaksvarnir, nikótínvarnir og fólk sem vinnur með börnum og ungmennum okkar tengiliði sveitarfélögunum vegna þess að okkur þótti tölurnar sem við sáum hækka í raun og veru stigastigi. Þessi mynd sýnir rafrettur neyslu meðal 10. bekkinga frá 2016 til 2020 og eins og þau sjáu þá 2019 þá mæltum við daglega rafrettur neyslu. Það að nota rafrettur daglega, bara svipað eins og við mælum tóbaksreykingarnar 12% í Reykjavík. Og við tökum Reykjavík sérstaklega út hér vegna þess að þar alveg klárt að framboðið var mest. Á landsvísu 9 og svo þegar við mælum núna í október 2020 þá hlutfallið sem betur fer búin að lækka umtalsvert og komið í 6%. Mér langar líka að benda á í þessu sambandi þegar við horfum á þessa mynd að árið 2019-2020 þá var í raun og veru blásið í alla lúðra, ef við getum orðað það þannig. Umræðan breyttist, við fórum að sjá lagabreytingar, við fórum að sjá allt aðra umræðu, í raun og veru stigu fram fólk sem sagði við vitum ekki skaðsemina, þannig við getum ekki sagt þetta sé í lagi. Áður og þetta lúnasjúkdómar, dauðsföll og svo framvegis og kannski fyrst og síðast voru foreldrar upplýstir það að þetta væri hreinlega ekki hollt fyrir börnin þeirra. Ef við skoðum svo nikótínpúðana og eins og ég segi þá þetta úr nýjustu gögnunum okkar 2020 meðal 8. og 9. og 10. bekk, þá sjáum við að það alveg klárt að nikótínpúðanir eru komnir inn í líf barnanna okkar ef við getum orðað það þannig og við mælum nikótínpúðaneyslu að það að hafa prófað nikótínpúða einu sinni oftar ævina 15% í 10. bekk og það að hafa prófað síðastliðna 30 daga það 9%. Það líka mjög áhugavert vegna þess að við erum í raun og veru að sjá sama mynstur og við sjáum með varðandi önnur vímuefni og þið verðið að fyrirgefa mér ef þið eru ósammála að ég tala koffín og nikótín þegar kemur að börnum sem vímuefni, að þá sjáum við í raun og veru nákvæmlega sömu brot á þessum verndandi þáttum, eða það eru brotalamir og verndandi þáttum meðal barna sem að bæði prófa rafrettur, nikótínpúða og orkudrykki. Hér myndin ég með foreldrum mínum helgar. Hlutfall þeirra sem segja ofta eða nær alltaf vera með foreldrum sínum helgar, dagleg neysla á rafrettum þar 2%. Á meðan að þeir sem segjast sjaldan eða aldrei vera með foreldrum sínum helgar þá hlutfallið 18% sem hafa nota rafrettur daglega. Sama á við og í raun og veru enn skýrara mynd þegar við skoðum foreldrar mínu vita hver ég á laugardagskvöldum, þar sem 24% sem segjast nær aldrei eða sjaldan vera með foreldrum sínum á laugardagskvöldum nota rafrettur daglega. Og fyrir þennan fyrirlestur keyrði ég sérstaklega, þetta eru ný gögn með nikótínpúðana, þau komu inn á borð til okkar til úrvinnslu í nóvember, þannig að við erum svona aðeins byrjað að skoða hvaða mynstur við sjáum varðandi nikótínpúðana og í raun og veru þetta breytta landslag, samvera og taumhald foreldra. Ef við byrjum bara á því að skoða samvera á virkum dögum, þeir nemendur sem segjast ofta en alltaf vera með foreldrum sínum á virkum dögum, einungis 5% þeirra hafa prófað nikótínpúða einu sinni oftar ævina
á meðan hlutfallið 12% hjá þeim sem segjast stundum vera með foreldrum sínum og þeir sem eru nær aldrei 17%. Ennþá sterkari mynd þegar við skoðum samveru helgar, 30% nemenda sem eru nær aldrei eða sjaldan með foreldrum sínum helgar hafa notað nikótínpúða einu sinni oftar ævina, sama hlutfall og segist nær aldrei að foreldrar þeirra viti nær aldrei hvar þau eru á laugardagskvöldum. Þannig að við sjáum í raun og veru eins og við viljum segja bara brotalamir á þessu taumaldi sem við vitum svo mikilvægt þegar kemur að verndandi þáttum og vímuefnaneyslu. Útivistartíminn, þetta eru 2 spurningar, við spyrjum hversu oft varstu úti eftir klukkan 10 á kvöldi og 10 á kvöldi náttúrulega bara því að þá útivistartíminn klárast hann, börnin eiga að vera komin heim fyrir klukkan 10 og svo erum við með aðra sem að hversu oft fórstu eða komstu heim eftir miðnætti og við sjáum líka skýrt mynstur þar að þeir nemendur sem hafa aldrei verið úti eftir klukkan 10 á kvöldi eða hafa aldrei komið heim eftir miðnætti, hlutfall þeirra sem hafa notað nikótínpúða einu sinni oftar ævina en mun lægra heldur en við sjáum þegar við skoðum 1-3 hvað þá við skoðum oftar en 3 sinnum. Þið verða afsakað ef ég keyri mjög hratt en tíminn mjög takmarkaður, þannig ég ætla að komast yfir allar glærurnar. Þið getið þá bara gripið inn í þetta eftir og ef þið viljið fá þessar upplýsingar þá sjálfsagt að kalla eftir þeim hjá okkur hjá rannsóknum og greiningu. Skoðum framhaldsskólann vegna þess að við vorum líka með könnun meðal framhaldsskólanema í október og nóvember, lögðum fyrir rafrænt og þetta raun og veru bara á sama tíma og við höfum alltaf lagt fyrir okkar framhaldsskólakannanir. Ef við byrjum að skoða sígarettureykingar, það að reykja sígarettur daglega, þá sjáum við hvað við höfum náð alveg ótrúlega góðum árangri að draga úr tóbaksreykingum meðal framhaldsskólanema, alveg eins og við höfum náð meðal grunnskólanema. 2000 var það 21% sem reyktu sígarettur daglega og nú þegar við mælum 2020 hlutfallið komin niður í 1%. Að samanskapi vegna þess að nikótín jú ekki bara í sígarettunum, hefða munn- og neftóbak og nikótínpúðar og rafrettur, úr og grúir af alls konar og þá sjáum við líka umtalsverðar breytingar á neysluhegðun varðandi munntóbaki 3 sinnum oftar síðastliðna 30 daga. Til að mynda hér hjá strákum eldri en 18 ára fer það úr 22% niður í 9%. Við sjáum að stelpurnar voru líka komnar í umtalsverða neyslu og við kannski gleymdum þeim svolítið þegar að koma tóbaksvörnum. Það var svona eins og við hefðum ekki trú á því að stelpur gætu tekið í vörina. 16% stelpna eldri en 18 ára notaði munntóbak eða hafði notað munntóbak 3 sinnum eða oftar og hlutfallið 5% núna 2020. Neftóbaksneyslan og þau eru gjarnan að nota neftóbakið hér heima voru það að nota neftóbakið í vörina en við spyrjum samt líka neftóbak, við sjáum að það frekar lágt og það hefur lækkað töluvert frá því að þessi mynd byrjar 2007. Rafretturnar, líkt og í grunnskólanum sáum við algjöra sprengingu í notkun rafrettna í framhaldsskólanum. Þessi mynd sýnir 3 tímapunkta 2016, 2018 og 2020. Það var prófað einu sinni oftar ævina. 49% svöruðu því til 2016, hlutfallið var komið upp í 62% 2018 og þetta núna niður aftur í 46%. Sama mynstur sjáum við notað einu sinni oftar síðastliðna 30 daga, það hækkaði umtalsvert 2018 og fer núna í 18% 2020. Og daglega neyslan í takt við það, 10% hafðu notað rafrettur daglega 2016, 23% voru í daglegri rafrettur neyslu 2018 og hlutfallið núna 11%. Og kannski í takt við þá kemur okkur ekkert sérstaklega óvart vegna þess að við vitum að nikótínpúðarnir eru markaðsettir á stórum hluta fyrir ungt fólk. Þau eru raun og veru svolítið markhópurinn, þetta hollt og gott og snyrtilegt og pínu töff og þannig þessu ótað af þeim. Við sjáum þetta raun og veru út allt í öllum sjoppum og búðum, þá líkur þetta bara svolítið fyrir framan okkur eins og tyggjóið og ópalpakkarnir. Og hér erum við að skoða niðurstöður fyrir myndina hve oft, eða fyrir, niðurstöður, hve oft ævina hefur þú notað nikótínpúða í vör. Og hérna sjáum við töluverða mun á þeim sem eru yngri en 18 og eldri en 18 og það sem vekur líka athygli hérna hlutfall stelpna, það helmingur helmingur stelpna í framhaldsskólum sem hafa notað nikótínpúða í vör einu sinni eða oftar ævina. Og ef við skoðum heildina þá eru það 36% stelpna og 32% stráka. Og svo aftur, ef við skoðum síðastliðna 30 daga, hversu oft við hafa prófað síðastliðna 30 daga, þá sjáum við hlutfallið 17% hjá stelpum og strákum yngri en 18. Strákarnir eru lítið hærri þegar við skoðum aldurshópinn eldri en 18 ára. Þar eru það 33, samanborið við 30 hjá stelpunum og 22% nemenda í framhaldsskólum hafa prófað nikótínpúða einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga.
Nokkrir punktar hérna í lokin sem að við getum í raun og veru og við vitum það nikótínpúðarnir hafa kannski ekki verið rannsakaðir, þeir eru nýir inn í okkar líf hér á Íslandi, að stórum hluta myndi ég segja þessi sprenging sem við sjáum í umhverfi okkar. Skaðsemi tóbaksreykinga er óumdeild. Rafretturnar vissulega töluvert minni, líkamleg skaðsemi er þó fyrir hendi og það hefur við bæði séð frá hérna í ritrýndum greinum og bara víða erlendis frá, þar sem að eins og ég sagði áðan, áður óþekktir lungnasjúkdómar og jafnvel dauðsföll. Ef við skoðum rafrettupúðana og nikótínpúðana, við vitum út frá því rannsóknir sem meðal annars Alger Logi hefur unnið í samráði við okkar hóp, hegðunarlegar, við sjáum að það eru raun og veru skaðsemi, krakkar sem eru að nota rafrettur eru líklegir til þess að hefja tóbaksnotkun. Þetta raun og veru eins og við segjum oft fyrsta stig frávikshegðunar varðandi vímuefni, það er forvitni og þróun jákvæðra viðhorfa til tóbaksreykinga eða herma eftir. Og svo eykur það líkurnar á að þau neyti annars konar vímuefna vegna þess að þau eru jú að gera hluti og þá er kannski sérstaklega að tala börnin okkar í grunnskólanum sem að þau eigi ekki að vera að gera og hafa ekki aldur til. Það er ákveðin tilfærsla á viðmiðum, félagslegt samþykki, jafningjastimplunin og neyslutengdur lífstíl. Og ef þið sjáið og hafið í huga þessa myndir sem ég sýndi ykkur varðandi verndandi þættina bæði þegar kemur að samveru með foreldrum og það að vera út eftir að útivistartíma lýkur, að það sjáum við að það er alveg klárlega tengt. Ég ræk augun í þetta kvót, Hannes Petersen, hálsnef- og eyrnalæknir var í viðtali við RÚV í sumar, síðastliðið sumar og hann var spurður út krabbameinið og það er alveg óumdeilt að tóbaksreykingar er mögulega svona eitt af því versta sem hún getur gert fyrir líkamann þinn og krabbameinsvaldurinn er klárlega ekki sá sami en eins og hann orðaði og mér fannst það svolítið töff, þú færð bara einhvern annan fjanda. Sama markmið nýjar umbúðir, mér finnst svo mikilvægt vegna þess að þegar ég er að tala við foreldra þá bendi ég gjarnan á að það er enginn að framleiða þessar vörur sem eru settar á markað og markað settar fyrir börn og ungmenni út af einhverju manngæsku. Við þurfum að huga að skaðaminnkun, það er alveg klárt að þeir sem eru að reykja sígarettur, við viljum að fólk hætti að reykja sígarettur, við þurfum að vera með einhvers konar skaðaminnkunar úrræði en draga úr nýgengi. Og mér finnst stundum eins og við tölum eins og það sé einhver ákveðin kvóti sem við þurfum að uppfylla af nikótínfíklum. Og það er ekkert fyrirfram skilgreint mengi nikótínfíkla sem við þurfum að fylla og við þurfum að gera allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir eins og ég segi nýgengi, að við séum að búa til, að við séum í raun og veru allavega ekki að reyna að draga úr eins og mikið og við getum nýgenginni. Við þurfum að halda vel utan verndandi þætti og draga úr áhættuþáttum. Vegna þess að með nikótínið og koffínið sjáum við alveg sama trend að þegar verndandi þættirnir eru að virka að þá erum við að fá betri niðurstöður og svo þurfum við að tryggja umhverfi barna og ungmenna og það er það sem mér finnst mikilvægast að öllu og okkur finnst mjög mikilvægt að komið fram að við tryggjum umhverfi barna og ungmenna og pössum upp á þau vegna þess að við verðum að skilja á milli barna og ungmenna og svo fullorðins fólks og náttúrulega lykilatriði hér eins og alltaf er að við notum til þess rannsókna niðurstöður. Og þakka ég fyrir mig og hætti að deila skjá. Já, bara þökkum við kærlega fyrir þetta mjög áhugaverða erindi, Margrét, eins og venjulega. Ég ætlaði líka bara kannski rétt að minna þá sem eru að fylgjast með, það eru tæplega 60 manns að fylgjast með, að það er hægt að senda inn spurningar eða komment inn á YouTube-brásina og svo getum við þá borið þær upp fyrir fyrirlesana eða til umræðu að erindum loknum. En takk kærlega fyrir þetta, Margrét, það er greiðlega við erum að standa okkur en það er ennþá greinilegt að við þurfum að vera vakandi fyrir nýjum áskorunum. Og þá er bara spurningin hvort okkur tekst að deila skjánum með Viðari og sjá hvernig 18 ára og eldri er að standa sig. Gjörðu svo vel, Viðar. Takk fyrir þessu myndum og hvað er að fara í þetta, fara í pittmil, fara aftur, svo, nei, það er með, nei, og svo. Ætti að koma upp. Það er ekki hérna. Hvað er þetta? Nei, það er ekki hérna. Það er það komið á hann. Já.
ekki. En you're on entire screen, já? Nei, Jú, ítt á það núna, nei, á screeni, mitt. hérna. Nei, á þetta. Já, núna bara sér henni bara, screeninu. Eða nú blái. Já. Getum ekki séð það. Jú, ekki komið? Það var að spyrja hann. Já. Það kom ekki eins og verið. Já, glæsilegt. Smá tæknilegir erfiðleikar. Ég heiti Viðar og ég er verkefnisstjóri í tóbaksvarna hjá embætti landlæknis. Ég verð að segja að það áhugavert að heyra í Margréti þó svo að við séum auðvitað búin að vera að skoða þessar tölur, sérstaklega núna nýjar tölur úr framhaldsskólakönnuninni. En ef við færum okkur bara og skoðum fullorðna og þá er ég með mynd hérna sem að nær svona yfir bara alla fullorðna, 18 ára og eldri og þessa flokka tóbaksneyslu og nikótínnotkunar. Þá sjáum við það lengst til vinstri reykingar, daglega reykingar mælast núna 7,3% sem er mjög fín tala og hefur verið að fara niður í áratugi og svo eru alltaf einhverjir sem að reykja öðru hvoru og það virðist vera bara tiltölulega föst tala í 3-4%. Þannig að heildar reykingar eru rúmlega 10%. Þegar við skoðum svo hina flokkana tóbak í vör, þá sjáum við heildina og við sjáum rafrettur 4% daglega, að þá eru þetta auðvitað mjög tengt aldurshópum og kyni. Svo sjáum við alveg nýjan flokk lengst til hægri, bara eins og bleikan fíl komin á svæðið. Við mældum, þetta er fyrsta mælingin okkar í rauninni, við mældum hann í fyrsta skipti í fyrra og er eiginlega úr einni stórri einstakri könnun en hitt er allt mælt yfir allt árið. Þá sjáum við að þarna er komin inn notkun á nikótíni sem að er næst algengasta neysluformið. Og í rauninni alveg nýr. Við mældum ekki notkun á tóbakslausum nikótínbúðum fyrr í fyrra og í rauninni er með ólíkindum hvað þeir hafa komið hratt inn. Við sjáum sko, til dæmis eins og með rafretturnar, að þar er aðallega yngra fólk sem notar rafrettur og sú tala, þessi notkun 4%, hún hefur verið svipuð núna undanfarin ár. Hún er aðeins minnkað, en það sem er áberandi við rafrettur er að þegar við skoðum gögnin okkar, að þá fjölgar alltaf í hópi þeirra sem að hafa notað rafrettur en eru hættir í. Þegar við skoðum tóbak í vör, þá er það aðalega yngra fólk og var lengi vel aðalega ungir karlmenn, eins og Margrét kom inn á. Ef við færum okkur svo bara á skoðum þá aðeins yngri hópa sem að við höfum auðvitað mikinn áhuga á þá er ég þarna með kalla vinstra megin eða stráka, þetta er 18-24 ára og stelpur hægra megin. Að þá er þetta sko dagleg notkun og sjaldnar en dagleg. Og þarna sjáum við auðvitað að í þessum sko flokkum eru þetta mun hærri tölur. Nema sko reykingarnar eru auðvitað að þið sjáið að
þær minnka á milli ára úr 10,6 og 6,5 en hlutfall daglegra reykinga ekki nema 2-3%. Þannig að þessi ungu krakkar eða unga fólk að það reykir mjög lítið daglega. Þetta skarast við eins og framhaldsskólann, þar sem við sjáum að daglega reykingar eru 1-2% samkvæmt mælingum ROG. Hjá okkur erum við með aðeins eldri hóp og daglega reykingar eru kannski 2%, rúmlega. Við virðast reykja öðru hvoru meira. Hins vegar eru þið sjáum að rafrettu notkun hjá ungum körlum að minnka mikið og hún líka að minnka hjá stúlkum. Þegar við skoðum hins vegar þarna tóbak í vör, þá hún auðvitað há, hún hefur verið há, en hún hefur líka verið að hækka mjög mikið undanfarin ár hjá ungum konum. Og það sem við sjáum kannski núna og þurfum aðeins að taka þessa tölu með smá klípu af salti að í spurningunum okkar, þegar við spyrjum notari tóbak í vör, eins og í fyrra, að þá þessi notkun farin að smitast svolítið yfir í nikótínpúðana líka. Þannig að við spyrjum okkur hvort að þetta séu allt hreinar tölur þarna, hvort að hugsanlega sé blöndu neysla, að þessi krakkar sé að taka tóbak í vör og nota tóbakslausa nikótínpúða, en svari þarna. En það alveg komin nýr player. Ég bað umræðu þessa nikótínpúða á norrænu fundi sem við vorum með á síðasta ári og var með þessa mynd og kallaði hana New Kid in Town. Þetta nágranni okkar hérna í Borgartúninu. Það sem auðvitað öðruvísi við hana að þessir aðilar þurfa ekki að lúta neinum lögum. Þeir geta auglýst, þeir geta verið með kynningar og í rauninni haga sér á allan hátt öðruvísi en með aðra vöru sem hefur með nikótín og tóbak. Og þetta auðvitað mjög sláandi. Það hringdi í mig kona og hún á 12 ára strák og hún vildi segja mér að strákurinn biður stöðugt að koma í þessa búð. Þó svo hann veit ekkert hvað til sölu þarna, bara hún finnst hún svo aðlaðandi. Og ég held að þetta sé bara svolítil spurning. En þegar við skoðum eins og við gerðum áðan með reykingar, tóbak í vör og rafretturnar, að þegar við skoðum sérstaklega notkun á nikótínpúðum eftir aldri og kyni, að þá þetta dagleg notkun og þið sjáu hvað hún rosalega há í yngsta aldurshópnum og í rauninni ef við bætum við þeim sem nota nikótínpúða líka öðru hvoru, þá fáum við töluna 28 hjá strákum og stelpum og hún rímar algjörlega við framhaldsskólagöngu. Við sjáum að þessi notkun líka mjög há í næsta aldurshópi 25-34 og þó sérstaklega meðal karlmanna og einnig töluverð notkun 35-44. Svo virðist vera sem að miðaldra og eldra fólk noti nikótínpúða mjög lítið. En þetta eru ótrúlega háar tölur og eins og ég segi, það ríma við framhaldsskólann. Hins vegar eru tvær hliðar á þessu máli og sjáum við sölu átvr á neftóbakinu. Við höfum séð
sko þessa þróun undanfarin ár og raunverulega nær hún aftur mun lengra. Ég man eftir að vera að vinna í verkefni sem miðaði því að benda á fíknina við að nota tóbak í vör 2006. Þá var hún byrjuð að sjást hjá okkur og þá var það eingöngu ungir karlmenn. Þessi sala átvr hélt áfram að vaxa. Það var 2012, í upphafi árs 2012 var hækkað tóbaksgjaldið og við sjáum þess merki 2013. Í upphafi árs 2017 hækkaði tóbaksgjaldið 69% og var gert í ákveðinni aðgerð sem að miðaði því að það væri sama tóbaksgjald per gramm á allt tóbak. Og niðurstaðan var að neftóbaki fékk 69% hækkun á tóbaksgjaldi sem að hélt svo upp, skallaðist upp og dósin fór yfir 3.000 krónur. Og við sjáum að það hafði áhrif 2017 og það virðist eins og að strax árið eftir séu áhrifin alveg farin, en þá þurfum við kannski aðeins að taka inn að akkurat á þessum tíma eru ungar konur að byrja að nota tóbak í mun meira mæli. Við sjáum það bara í okkar gögnum hvernig ungar konur koma bara sterkar inn í þessa notkun, þannig að þetta er svona kannski einhvers staðar þarna í milli að áhrifin af hækkunni samfara því að ungar konur auka svona mikið neysluna á tóbaki í vör. 2019 er þetta komið í 46 tonn, en í fyrra er minnkunin næstum helming. Og við vitum auðvitað hvað gerðist þarna. Við sáum þennan nýja player komin inn á markaðinn og það ber líka nefna það að 2020 þá er engin sala nánast í Leifsstöð, en átvr selur Leifsstöð allt neftóbaki, þannig að það var mun ódýrara og við vitum að það var mjög mikil sala þar og hún dettur alveg út nánast í fyrra, samfara því að nikótínpúðarnir koma inn. Og svo er það nú einu sinni þannig að í þessum fræðum að þá er það sem er sagt í litteratúrnum að virki einna best er verð. Og það á ekki síst við ungt fólk. Þannig að það að kaupa neftóbaksdós kannski á 3.400 krónur versus það að fá nikótínpúðardós á 750 kall eins og ég sá auglýst í gær, að þá kannski verður þetta auðveldara val fyrir ungt fólk. Þó svo að það sé hægt að benda á að íslenska neftóbaki dugi lengur mögulega og þá nikótínið í því, að þá er það bara dagurinn í dag sem gildir og þú ferð í ódýrari valkosti. Þannig að þetta er allt dálítið svona rökrétt í rauninni. En núna, eins og ég kom inn á áðan, þá gilda engin lög eða reglugerðir tóbakslausa nikótínpúða. Við og margir aðrir hafa bent á þetta og nú er komið fram frumvarp til breytinga á lögum rafrettur og áfyllingar sem miðar að því að fella bara nikótínvörur, ekki bara tóbakslausa nikótínpúða, heldur allar nikótínvörur sem ekki hafa markaðsleyfi sem nikótínlyf. Þau eiga að koma þarna undir. Þetta er í því ferli að
Frumvarpið var í samráðsgátt stjórnvalda og það maður gæti allavega að lesa 30 umsagnir, mjög áhugaverðar margar og ólíka þætti, en frumvarpið, innihald þess á þann veg að nikótínvörur og nikótínpúðar fá algjörlega sömu meðferð og rafrettur, nema hvað varðar kaflanum hvar megi nota vöruna. Þar hvergi minnst á hvar megi nota nikótínpúða, ólíkt því sem að rafrettur, að þar er það bara skilgreint að það bannað í skólum, almenningsfarartækjum og svo framvegis. En að öðru leyti að þá munu þessar vörur falla undir rafrettulögin og taka sömu ákvæðum, og þarna hef ég ákveðið að taka út eina grein sem 11. greinin og fjallar auglýsingar og sýnileika, og þetta mjög mikilvægt og þetta það sem að algjörlega nauðsynlegt að það verði bannað að auglýsa þessar vörur og samkvæmt frumvarpinu verður það bannað eins og rafrettur, og eins líka og ekki síst að það verður bannað að hafa þær sýnilegar á sölustöðum. Ég hef fengið ótal fyrirspurnir og fólk áttar sig ekki á því, það hringir og segir bara, það heldur að það sé þennan lög sem að banni þetta og það sé þetta bara fljóta alls staðar. En ef að þetta næri gegn, þá eiga þessi lög að taka gildi í júní. Við sendum þarna inn eina umsókn og sem miðar að því og fjallar hámark nikótíns í einingum. En samkvæmt frumvarpinu þá hámark nikótíns 20 milligram í einingum. Í rafrettu frumvarpinu svo það þá hámark styrkleika 20 milligram í millilítra og okkar athugasemd miðar að því að það þurfa að skilgreina einingu. Ekki síst vegna þess að einingin getur raunverulega verið mun minni og öðruvísi heldur nikótínpúði, og þá erum við fyrst og fremst að hugsa með öryggi barna í huga að þau gleypi vöruna og eitrunaráhrif, og við höfum heyrt af tilkynningu eitrunarstöðvar Landspítalans og í rauninni finnst okkur einboðið að það þurfi að útskýra og skýra hugtakið eining. En þegar við horfum á tóbaksvarnir svona heilt yfir, þá hafa margar þjóðir farið í stefnumótun og stefnumótun í tóbaksvarnum. Þær miða margar að því að ná daglegum reykingum niður í 5%. Og þarna ég búin að teikna inn mögulegan skurðarpunkt hvenær við náum 5% sem gæti verið kannski 2023. Ég frekar vongóður að það geti náðst. Þegar við horfum á tölurnar daglegar reykingar úr framhaldsskólagörninni, úr okkar gögnum, að þá virðist ungt fólk reykja minna. Og við sjáum það líka í okkar tölum að þegar við skoðum tölur reykingar eftir aldurshópum, að þá eru reykingar algengastar hjá fólki á miðjum aldri og það eins og það eigi erfiðara með að losna við reykingarnar. Unga fólki mun hins vegar skila sér inn og við munum sjá þessa tölu lækka áfram. Lönd eru hins vegar ólík þegar kemur að stefnumótun.
Finnar hafa til dæmis farið þá leið að þeir ætla að stefna að nikótínlausu Finnlandi sem mjög aðdánavert að þeir skuli hafa svona háleit markmið en við sjáum þetta og þetta staðan okkar í dag hvað varðar reykingar. Takk. Glæsilegt. Takk fyrir það. Gott að sjá sig í svona mörgum myndum. Hvað er að gera? Stop sharing. Já. Svona, þetta betur. Já, það greinilegt að það mikið að gerast og ánægilegt að sjá að okkur tekst vonandi að ná reykingunum niður og þetta endatafl sé í augsýni, en það eins og við höfum líka segið báðum þessum erindum að þá eru aðrar áskoranir sem að koma kannski í staðinn, þannig að við þurfum að halda þessari vinnu áfram og hluti af því það að hafa eftirlit og skapa þessu einhvert umhverfi. Og þá bara eðlilegt að við fáum það næsta erindi frá Neytendastofu, þessi Skarphéðinn Grétarsson hefur haft eftirlit og svona umsjón með rafrettunum og spurning hvernig þetta kemur þeim fyrir sjónum. Skarphéðinn, gjörðu svo vel. Já, takk. Og sjá. Svona. Ekki allir í mér hans? Okkurlega. Allt í góðu hjá okkur, takk. Flott. Ég heiti Skarphéðinn Grétarsson og ég vinn hjá Neytendastofu, séum eftirliti með rafrettunum. Við virkar að deila. Svona, og við byrjum bara að fara aðeins yfir lagaumhverfið sem rafretturnar eru í. Þá lögin sem lög númer 87 frá 2018, við sjáum rafrettur, fjallum rafrettur áfyllingar og þau tóku gildi 1. mars 2019. Þetta byggt á evrópsku tóbaksvörutilskipuninni sem tók gildi 2016 í Evrópu með minni rétt. Það var 2 reglugerðir verið settar með stoð í þessum lögum, förum aðeins nánar þar á eftir. Og svo notum við eftirliti líka aðeins lögum vöruöryggi og opinbera markaðsgæslu og þá aðalega svona til þess að hvað við getum gert sem eftirlitsaðili ef við þurfum að grípa til einhverja aðgerða. Lögin sjálf, það heimila innflutning, sölu og notkun rafrettna áfyllinga uppfylltum nokkrum skilyrðum. Til dæmis að vörur séu tilkynntar, það að tilkynna okkur hjá Neytendastofu það að þú ættir að selja rafrettur eða áfyllingar sem innihalda nikótín. Það þarf að gera helst 6 mánuðum áður en að þú ætlar að selja þessa vöru. Og það mátt ekki selja börnuvöruna, vöruna með ekki höfða sérstaklega til barna og hámarksstyrkleikinn 20 mg á millilítur. Svo eru líka tiltekin innihaldsefni sem að má ekki verið vörunni og það það innihaldsefni sem að vekja upp það hugmyndum að varan sé eitthvað leyti holl, eitthvað eins og til dæmis vítamín, eða það maður veiti orku eða lífsþrótt eins og koffín, eins og ég skrifa niður hérna á mér. Og svo það líka þetta ákvæði frekar opið, þannig að þetta talar það ef það vekur upp einhverja hugmynd hollustu eða veiti orku eða eitthvað þannig. Þar af leiðandi hægt að loka á fleiri innihaldsefni, svo til dæmis CBD. Við myndum telja CBD-vökvar og áfyllingar sé ólöglegar og höfum ekki heimilað slíka sölu og innflutning á grundvelli þessa. Íslensku lögin, ólíkt evrópsku tilskipuninni, ná líka til áfyllinga án nikótíns. Þannig að ef þú ert með áfyllingu sem nikótínlaus, þá nú samt uppfylla skilyrði laganna, þó sérstaklega hvað varðar að þú mátt ekki selja börnum þessu áfyllingu og þar með heldur ekki höfða til barna.
Þetta það sem í Evrópu oft í vandræðum með vegna þess að þeir hafa ekki sum og mörg Evrópulöndin, ekki öll kannski, en það ráða ekki við þessi nikótínlausu áfyllingar. Það geta höfðað til barna og verið með, ekki með barnalæsingu og þar fram eftir götunum. Þú mátt ekki markaðssetja vöruna, þú mátt ekki selja hana hvað sem ekki við skóla og þú mátt ekki nota hana hvað sem heldur. Og þegar þú selur vöruna þá þarftu að uppfylla skilyrði sýnileika. Þar á meðal að ef þú ert sérverslun, þá máttu að vöruna sýnilega inn í verslun, en þá má varan ekki vera sýnileg fyrir utan verslun. En ef þú ert ekki sérverslun, þá máttu bara ekki með vöruna sýnilega yfir höfuð, bara svipað á tóbak. Og lögin sem sagt færðu Neytendastofu það hlutverk að taka úr og vinna tilkynningar og svo náttúrulega markaðseftirlit. Nú, bara fyrir hratt yfir reglugerðina, þessi reglugerð sem sagt 803/2018 rauninni segir bara tilkynningar, hvaða gögn þurfa að fylgja tilkynningum, hvað þarf að greiða fyrir tilkynningu og að Neytendastofa birtir þær vörur sem hafa verið samþykktar á heimasíðu sinni. Þannig að þeir sem að flytja inn og selja rafrettur geta vitað hvaða vörur eru leyfilegar á markaði og það sama ef neytendur vilja fá vörur sem búið að fara yfir og telst örugg, þá geta þeir vitað hvaða vörur þeir eiga að leita að eða kaupa. Nú, reglugerð 295/2019 snýr aðeins meira að því sem á að vera á umbúðunum. Þetta mjög lík, ákvæðin þessu mjög lík innihaldsákvæðin í lögunum, en í staðinn fyrir að varan innihaldi eitthvað ákveðið efni, þá má ekki koma fram neitt á umbúðunum sem fær fólk til þess að halda að varan sé holl, veiti orku og þar fram eftir götunum. Við höfum í rauninni notað þetta ákvæði svolítið við bann á vörum sem að heita til dæmis aloe vera eða heita orkudrykkur eða eitthvað þannig. Þá rauninni höfum við ekki heimilað að slíkt sé selt grundvöld þess að það sé að vera að blekkja neytendann og halda einhverju fram sem það kannski ekki satt. Já, annars útfærir þessi reglugerð hvað á að koma fram og hvað má ekki koma fram. Auk þess að viðvörunarmerkingin var útfærð. Það þessi hvíta og svarta sem á sígarettupökkum líka. Hún á að vera á öllum rafrettum sem innihalda áfyllingar. Áfyllingu sem innihalda nikótínfyrirgæði. Sem á uppsýkabæklingu sem á líka vera á íslensku, en sem mjög líkt fylgiseðli fyrir lyf og þannig. Við tala frábendingar og tala tiltekna áhættu á þess að. Nú, tilkynningar. Þegar að vara send til okkar tilkynningar, þá fáum við fullt af gögnum. Við eigum að fá öll innihaldsefni vörunar. Við eigum að fá útblásturskýrslur, það að segja hvaða efni að finna í gufunni sem í þá annaðhvort kemur út úr græjunni eða úr vökvanum. Vottanir eins og C-vottanir og þannig og myndaumbúðum. Ýmislegt annað. Við fáum líka tengilsupplýsingar við framleiðanda og alls konar svona, þannig að við vitum hvaðan varan kemur, hver ber ábyrgð á henni og þar fram eftir götunum. Þann 4. mars, eins og við sagði áðan, tóku lögin gildi 1. mars 2019. Þann 4. mars voru 9 áfyllingar tilkynntar og 8 rafrettur. Í dag eru 664 áfyllingar og 162 rafrettur samþykktar af Neytendastofu og fullt af þeim í ferli. Til þess að vera átt að sjá því, þið vitið kannski hvað rafrettur eru, en ég ætla ekki að tala of mikið um það, en allir hlutar rafrettur þurfa að vera tilkynntir. Ég tek hérna saman 3 tegundir, einnota rafrettur, pot og mot. Einnota náttúrulega segir sig sjálft, þú bara kaupir þetta og notar hann á hendurinni. Motina flóknari, því það ertu með box, það sem eins og sést hérna á myndin hérna í miðjunni. Þetta motið sjálft hérna þessi kassi sem geymir rafhlöðuna og stýribúnaðinn sem stjórna því hversu mikið afl fer upp í brennarann hérna sem inn í tanknum og þessi smellt allt ofan á. Allir þessi hlutir þurfa að vera tilkynntir og já, það
þegar maður fer á vettvang, þá ætla ég bara svona að útskýra það hvað þetta getur verið flókið, þetta miklu flóknar heldur en sígarettur til dæmis. Þetta margir mismunandi íhlutir sem að þurfa allir að vera tilkynntir og allir að vera í lagi og þurfum að fá gögn alla þessa hluti. Rafrættur vökvi sjálfur, eins og við skoðum í tilkynningaferli. Yfirleitt þessi vökvar rétt rúmlega 90% propylenglýkól og eða glýserín og þá allt að 2% nikótín sem þetta 20 mg á millilítur og restin svo bragð og ilmefni. Það sem við erum aðallega að skoða kannski að innihaldsefnin séu ekki, það sé ekki finna eitthvað hættulegt efni og eins að það sé ekki of mikið af málmum og þannig í gufunni, því að þetta náttúrulega ekkert 100% gufa, eins og að tala kannski í byrjun, þetta í þessu alls konar efni en það náttúrulega miklu minna heldur en vantarlega í sígarettureyk og þannig. Þetta til staðar, þannig að þetta ekki skaðlaust. Þannig að við fylgjumst með því að þessi sem sagt efni verði ekki of mikið af þeim. Nú, við markaðseftirlit þá leitum við náttúrulega bara að því að skilyrði laganna séu uppfyllt. Og tilkynningar eru hluti af markaðseftirliti. Þá vil ég meina að við höfum stöðvafullt af vörum sem eiga að koma á markaðinn bara við tilkynningaferli. Oftast það yfirleitt er þetta vörur sem eitthvað að umbúðunum, það vantar viðvarnamerkingar, það eitthvað að umbúðunum sem auðvelt að laga. Við höfum stöðvað vörur í tilkynningaferli sem höfða til barna, eða sem við teljum að höfða til barna. Og eins og við segjum, ein hét aloe vera, okkur fannst það að vera vísun til þess að hún væri holl. Það geti kannski verið eitthvað þægilegra að veipa aloe vera vörur heldur en aðra vörur. Það lendi verið að blekkja neytendur til þess að byrja að reykja rafrettur. En tilkynningarnar eru markaðseftirliti styðjast af við það að tryggja þessi aðeins vörur sem uppfylla skilyrði laganna á markaði. Niðurstöður eftirlits málsmeðferð á lokið á yfir 1000 vörutegundum. Það sem ég á við að þetta eru 1000 vörutegundir sem ekki í lagi. Við höfum skoðað margfalt fleiri vörur heldur en 1000. Oftast þetta ótilkynningar þar sem rafrettur eða áfyllingar sem innihalda nikótín sem ættu að hafa farið í tilkynningaferli hjá okkur. Og við höfum ekki fengið neinn gögnum og aldrei neinn tilkynning borist. Þá, þegar við byrjum eftirlitið í 2019, þá sáum við rosalega mikið áfyllingum sem hefur verið bætt við nikótíni út í. Nikótínlausar áfyllingar, þar sem söluaðili hafi rauninni bak við borðið verið með dunk af nikótíni og sprautað út í nikótínlausar áfyllingar. Og við það hafa hann rofið innsigli og alls konar svona. Og maður spyr sig hver myndi vilja kaupa vörur sem er búið að rjúfa innsigli á skilur, svo verður með góðstrykk sem er búið að opna og síðan kaupar út í bónus. En allavega áfyllingar með 20 mg per millilítur, ófullnægjandi viðvörunarmerkingar og svo höfum við sett sölubann á 27 vörutegundir sem höfða til barna. 2 vörutegundir sem líkist matvælum og 4 óbarnandi vörur. Ef ekki hægt að laga vöruna eða tilkynna hana, eða söluaðili vill ekki tilkynna hana, þá förum við yfirleitt fram á það að vörutegundunum sé eitt þá. Vegna þess að þetta eru hættulega vörur, þetta eru efnavörur og það þarf að eyða þeim á sérstakan hátt. Þá sýnileika er oft ábótavant og yfirleitt ábótavant. Það er einhver svona vanþekking á lögunum, sérstaklega hvað var að sýnileika virðist vera. En það er yfirleitt ábótavant þegar við komum inn í verslanir, sama hvort við sérverslanir eða ekki. Ég hef nokkrar myndir sem sýna dæmi af vörum sem við sjáum. Eftirlitið, þetta eru 3 vörur sem við teljum að höfða til barna, alveg sérstaklega til barna, og þær hafa verið í sölu bæði með og án nikótíni, eða með nikótíni eða ekki. Og þá það hefur verið bætt við af söluaðila, SOF, því það stendur þarna stórum skýrum stöðum 0 mg
0 milligram og það á ekki vera neitt nikótín í þessu, en við fórum með svona vörur og settum í prófun og það kom í ljós að það var nikótín í vörunum. Svolítið yfirleitt játa ef það er nikótín í vörunum, þeir ekkert eitthvað. Svo erum við aðra vörur hérna, þessar vörur eru tilkynntar sko. Og sko, sjá hérna stendur hérna 20 milligram, 20 milligram, 20 milligram, 20 milligram og þessar vörur eru allt í lagi, það gerir þarna. Eiga að vera allt í lagi. Þið sjáu kannski eitthvað skríti hérna, ég veit ekki hvort það sjáist alveg vel í myndinni sko. Það fyrir bara í næstu mynd. Ok, þetta verður svo 2 límnaðar á vörunni og þær eru svo 50 milligram. Við sendum þessa vöru sem þetta í prófun líka og það er rétt, þessar vörur innihéldu 50 milligram af nikótíni samkvæmt prófunum. Þannig að ja, þú veist, þetta er svona bara smá sýning af hvað við erum að gera í eftirlitinu. Og já, ég held ég bara komið á okkur núna. Það er einhver spurningar, bara endilega látið vaða. Takk fyrir. Takk fyrir það, Skarphéðinn, mjög áhugavert. Og meðan við kannski bíðum eftir því að fá einhverjar spurningar á vegginn hjá okkur, þá langar mig kannski bara að grípa boltann, Skarphéðinn, til þín. Nú fara þá vantanlega nikótínpúðarnir undir þennan lagaramma. Með við þann fjölda tilkynninga á vörum sem við sjáum að rafrettunum 20 og með aukningarna sem við sjáum í notkun á nikótínpúðunum að síðasta ári líka, þá ættum við kannski vona holskeflu af hérna umsóknum og tilkynningum til ykkar. Hafið þið bolmagn, hafið þið mannskap og það sem til þarf til að sinna þessu eftirliti sem greinilega nauðsynlegt með það sem við varst að sýna okkur hérna rétt á. Núna, með rafrettulögin, þá sem sagt 75% starfskraftur í rafrettunum. Það sem sagt ég. 75% þess ég geri á að vera rafretturnar og ekkert meira. Neytendastofa hefur reyndar verið að setja meira í sem sagt, þetta heldur 75%. Því að við erum að fá aðstoð sko, frá öðrum og þegar það eru álagstímar hefur við fengið sem sagt, aðstoð frá sem sagt, fólki bara í eftirlit og þannig. En ef að nikótínpúðarnir bætast við myndi telja að þyrfti sem sagt, að auka þetta þó það var ekki upp í 1 stöðugildi sko, úr því að vera hlutastarf. En sko, tilkynningarnar auðveldara að ráða við tilkynningarnar heldur en kannski markaðseftirliti sko. En já, jú, ég held að við myndum ráða við þetta. Það er gott. Við byrjum árið á jákvæðan hátt. Þá er kannski líka bara spurning til Margrétar og það kannski Viðars líka. Því maður hefur oft heyrt þegar sögurnar fara af stað sko. Að nú fólk hægt að reykja, þá bara að nota eitthvað annað í staðinn. Hvaða tilfinningu hefur þú fyrir því til þess, Margrét? Eru ungmenni að nota eitthvað annað heldur en við vitum alveg með kannski nikótínpúðana en eru við að sjá einhver vöruskipti? Það er langt síðan að börnin okkar hætta að reykja og það er það sem við höfum bent á og ég bara ítreka það sem ég sagði áðan, við erum ekki með kvóta fyrir nikótínfíkla á Íslandi. Þannig að mér finnst við eiga að hætta að tala um það sem gott að þetta sé að koma í staðinn fyrir þau reyki. Alveg eins og ég bent á og Viðar bent á, það er langt síðan og við höfum séð þessa þróun og ungt fólk reykir ekki sígarettur. Við höfðum áhyggjur af veipinu vegna þess að við sáum að þau voru að blanda þessu svolítið saman. Ég meina þetta hermi, þú veist, aðgerð, þú ert að líkja eftir tóbaksreykingum. Við sjáum alveg að það hlutfall, ég fór ekki í það en ég get alveg sagt frá því, það hlutfall af krökkum sem hafa aldrei reykt sígarettur, aldrei nota rafrettur sem eru að nota nikótínpúða. Það ekkert hátt en ég meina við þurfum að mónitora þetta næstu árin, við erum líkt og embætti landlæknis að spyrja þetta í fyrsta skipti. Þannig að þú veist, mér finnst öll ljós loga í mælaborðinu og alveg svo Skarphéðinn og Viðar hafa komið inn á, þú veist, þetta kemur eins og sprengja, þetta er hollustu varan, þetta er
svo náttúrulegt og öll þessi bragðefni og ég meina, þú veist, við erum einhver kjánar og mér alltaf næstu slétt saman hvað fullorðið fólk en mér finnst það bara okkar hlutverk, bæði okkar sem vinnum í rannsóknunum og okkar sem erum að vinna eftirlagaramma og í skaðaminnkun og öllum úrræðum, við verðum bara að vekja fólk til umhugsunar hvað þetta þýðir. Og hérna, það langt í land þar, alveg sem ég sagði áðan, þú veist, við erum skrefi ef ekki nokkurum á eftir hvað varðar nikótínpúðana. Og já. Þar má kannski gera betur kannski í stjórnsýslunni að hafa samráð við þá sem að vinna þarna á þessu felti kannski aðeins fyrir og víðtækara heldur en að fá einmitt svona lagatexta til umsagnar þegar hann nánast eða nánast tilbúinn. Já, í raun og veru. Má ég koma inn í? Já, gjör svo vel. Var ágætis pappír sem að ég hef oft vitnað í sem að kom út hjá Cancer Research Center í Heidelberg í Þýskalandi. En þeir einmitt tóku það fyrir sænska snussið og voru að benda á það hvernig lönd voru að ná niður reykingum án þess að hafa sænska snussið af því að Svíar voru svona að þeir hafa stöð fyrir að sækjum að fá að flytja það út á Evrópumarkað og Þjóðverjarnir voru að sýna fram á hvernig þjóðir hefðu náð árangri við að ná niður reykingum án þess að hafa snuss. Og mér fannst þetta góður pappír og þetta voru góð rök og ég hef áhyggjur af því að við séum að fá nýja nikótínfíkla sem að endilega hefðu þetta ekki farið að reykja. Við sjáum hvert stefnir með reykingar. Og þarna erum við að fá ungt fólk sem að verða háð nikótíni og það bara slæmt í sjálfu sér. Og þá þurfum við ekki einu sinni að fara í það hvort að það leiði til einhvers annars. Við erum komið með spurningu sem að kannski beinist aðallega til Skarphéðins. Það varðandi eftirlit með vefverslun og markaðssetningu á samfélagsmiðlum. Já, ég sé þessa spurningu. Hvernig eftirliti háttað með vefverslunum? Þá hvað var rafrettur, þá í COVID einmitt, þá kunnum við ekki alveg það að vera að vaða á einni verslun í aðra og dreifa smit út allt. Þannig að við tókum alla vefsíður sem selja rafrettur á landinu í fyrrasumar út. Tókum það út og það var fréttum á síðunni á Neytendastofu í haust, að mig minnir. Þannig að sala á vefnum ekkert undanskilið eftirliti Neytendastofu. Auglýsingum á samfélagsmiðlum, já, eins og lögin eru núna, þá og hefur, já, það vandamál við auglýsingar á samfélagsmiðlum með það að í raun samkvæmt lögunum núna hefur engin eftirlit með auglýsingum á samfélagsmiðlum fyrir þetta, fyrir rafrettur. En það verður lagað, ef að laga frumvarpið fyrir gegn, óbreytt, þá myndi Neytendastofa taka það að sér. En núna bara að tala að fjölmiðlanefnd og eftirlit með auglýsingum, en þeir taka bara sér eftirlit í prentmiðlum og hefðbundnum fjölmiðlum, ekki samfélagsmiðlum. Þannig að það vantar rauninni bara að gefa Neytendastofu heimild til þess að taka þetta eftirlit að sér. Þetta kannski enn einn póstur þar sem við erum eftir á. Þegar við höfum heldur ekki þennan texta inn í til dæmis bara áfengislögunum með eftirlit eða bann við, eða tilgreint sérstaklega bann við markaðssetningu á samfélagsmiðlum eða netinu, eins og ég veit að Finnar hafa gert. Þannig að það greinilega ýmislegt óunnið og tækifæri til þess að vinna með í lagaumhverfinu. Hvernig fáum við ekki fleiri spurningar ennþá, en erum við bara að halda áfram að vantarlega bara beita sömu aðferðum og við þekkjum varðandi nikótínpúðana. Það umhverfi og það
uppbyggilegt og gera það sem við þekkjum og gerum best. Væntanlega. Það var kannski ein spurningin, það var þetta með aukningin hjá konum. Eða ungum konum og stúlkum. Hvað skýrir þessa aukningu kannski þar, sérstaklega? Er þetta markaðsett sérstaklega fyrir konur eða er það að líka eftir einhverju eða hvað á hverju? Höfum við einhverjar teóríur, kenningar það? Á hverju ætti það að vera á öðruvísi? Já. Mér finnst við ættum kannski að byrja að nálgast það þannig. Auðvitað sjáum við eins og þessi nikótínpúðar, þeir eru auglýstir sem mjög snyrtilegir. Það er ekki þetta tóbakssull. En ég meina við sáum að stelpur voru farnar að taka það í vöruna fyrir mörgum árum síðan, sko. Þannig mér finnst bara í raun og veru ættum við að nálgast það þannig. Á hverju ættum við að kynja tóbaksvarnir eða nikótínvarnir? Ég einhvern veginn bara átta mikið á því. En við sjáum líka alveg umtalsverða breytingar á allri markaðsvæðingu varðandi nikótínpúða, varðandi rafretturnar, varðandi olíu, kannabisolíu og svo framvegis, þú veist, þetta gert hipp og cool og alltaf þessi ógurlega fallega hugsjón að það sé verið að hugsa velferð þína. Ég finn til með Skarphéðni þegar hann fær það í hendur að taka samfélagsmiðlana líka vegna þess að ég hugsa að þurfum bara fullt stöðugildi. Það er alveg gígantist magn af ofsalega fallegu fólki að auglýsa alveg ofsalega náttúrulega vöru. Og ég segi þetta náttúrulega bara í kaldhæðni, en ég meina, þú veist, hvort sem að það er bara alveg klárt að ungt fólk, alveg burtséð frá því hvers kyns það er markhópur fyrir þessa vörur. Og ég meina, eðlilega, þetta er bara vara á markaði, þetta er bara fólk sem að vill selja vöru og hagnast af því. Og það er að standa sig vel. Gera það sem þau gera best. Ef það er engar fleiri fyrirspurnir og engin, þá kannski bara gef ég ykkur tækifæri til að hafa einhver örstutt lokaorð. Kannski hefjum þá bara leikinn á Skarphéðinn, Viðar og endum á Margréti. Já, ég hef svo sem engin lokaorð, sko. Þetta var bara, þakka bara fyrir mig. Takk fyrir innleggið og verður velkomin á vettvang. Viðar. Já, ég verð að segja að ég fagna þessu frumvarpi. Ég bind vonir við að það hafi þann tilgang og nái því fram að þessar vörur verði ekki svona sýnilegar út allt. Það er skelfilegt að horfa upp á það og ég sá í samráðsgáttinni frá Neytendastofu, þar fara þeir einmitt fram á að fara í fullt stöðugildi úr 75%, sko. Ég tek undir það, sko. Ég held að þetta þurfi að vera meira allavega til að byrja með, sko. Og steyð það að það verði farið í átak til þess að taka vel á þessu til að byrja með, sko. Ok, takk fyrir það. Að segja eitthvað að lokum. Ég fagna umræðunni, ég fagna þessu málþingi. Við þurfum í raun að vera að spýta þessi í núna. Það er alveg klárt að fólk sem að vinna með börnum, ég heyri það í umræðunum eða skólastjórnenda, fólk sem inn í félagsmiðstöðum, íþrótta, það þarf einhvern ramma, það þarf að geta bannað og sagt þetta sé bannað. Við þurfum líka að hugsa hvernig, og þá ég sérstaklega kannski að tala um nikótínpúðana, hversu sýnilegir þeir eru í umhverfi barnanna okkar. Þannig að bara sem finnst mér mikilvægt að við notum okkar góðu gögn til þess að halda áfram og við kunnum þessa hluti alveg, við vitum alveg hvað það þarf, ég er alltaf talsmaður barna og ungmennina, við vitum alveg hvað þarf til þess að passa upp á þau og hugað umhverfið þeirra og til þess þurfum við bara ákveðin tæki og tól og þar er lagaramminn mjög mikilvægur. Þannig ég tek undir með Viðari að því fyrr því betra, þannig við hættum kannski að vera mörgum skrefum á eftir. Takk fyrir mig, svo bara njótið þessa góða veðurs allavega því sem eru hérna í Reykjavík. Það er loksins komið snjór. Já, takk fyrir það. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir þátttökuna og þakka þeim sem fylgdust með. Eins og ég sagði þinn uppi var þetta fyrsti morgunverðarfundurinn á mottum að þessu ári og við ætlum að hafa næsta fund í mars og það er svona gert ráð fyrir að hann verði 10. mars og væntanlega verður umfjöllunarefnið stöðu drengja.
í íslensku samfélagi. Þannig að ég þá bara kveða sinni fyrir höndina á máttum. Takk kærlega fyrir okkur og sjáumst 10. mars. Takk fyrir, bless. Takk, bless. Bless.